Nú er þetta fyrsta verkefni kvennalandsliðsins erlendis í janúar. Hvað gefur þetta ykkur? Þetta gefur okkur gott tækifæri til þess að þróa leikinn okkar núna og við þurfum á því að halda. Það er búið að vera mikið breytingum á liðinu eins og flestir vita og svo lítur það nú þannig út að flestar þjóðirnar á topp 25 í heiminum eru við æfingar í janúar. Hér á La Manga eru 7 þjóðir ásamt okkur og svo eru þessar þjóðir dreifðar út heiminn víðsvegar. Þannig að ef við ætlum að elta þessar þjóðir og standast þeim snúning þá er mikilvægt að taka þátt í svona verkefni og við erum mjög þakklátir fyrir þetta tækifæri sem við fengum núna í janúar. Nú eru 3 æfingar búnar. Hvernig hefur þetta gengið hingað til? Það gengið bara mjög vel sem betur fer. Aðstæður eru frábærar, vellirnir eru lygilega góðir með að við að sé janúar, iðagrænir og rennisléttir, þannig að það er alveg frábært. Hótel er gott og það er fín dýnamík í hópnum. Hérna svona margir nýir og finna sér stað inn í hópnum, en það gengur bara vel og það er búið að vera góðar æfingar og kröftugar með ástíma, þannig að við erum bara sáttir með byrjunina. Þú talar að það eru margir nýliðar og svona. Hvað eru svona verkefni í janúar að gera fyrir þá? Bara ómetanlegt fyrir þær og okkur, því að við þurfum á því að halda að það er þroskist hratt og aðlagast þessu umhverfi sem alþjóðlegu fótbolti snýst um. Þetta er svona hærra stig heldur en þær eru vanalega á og við þurfum á því að halda að þær nái að fóta sig sem fyrst og taki ábyrgð og geti komið inn í liðið og skilað góðu verki, og verkefni sem þetta er bara gríðarlega mikilvægt því þær komast inn í leikfræðin okkar hratt og fá að gera mistök hérna bæði inn á æfingum og svo í leiknum á þriðjudaginn. Nú er stórt ár framundan með fullt af verkefnum, Algarve og undankeppni HM. Hvernig svona líst þér á þetta? Mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta er skemmtilegt ár og eins og segir þá næsta verkefni til þetta í Portúgal þar sem við spilum 4 mjög erfiða leiki og það verður svona framhald af þessu verkefni að koma öllum í það stand sem við viljum til þess að geta staðist þessum liðum snúninga á hæsta leveli eins og við segjum og það er alltaf kærkomið. Svo erum við með gríðarlega mikilvæga undankeppnisleiki í apríl og svo í júní, þannig að svo endum við náttúrulega árið heima á 2 stóru leikjum. Það er mikið framundan og við þurfum að horfa bara til framtíðar og leikmenn þurfa að taka ábyrgð og fá að þroskast og við munum gera allt sem við getum til þess að undirbúa þær sem best til þess að takast á við þessi verkefni.